Svona. Góðan daginn og verið velkomin á föstudagsfyrirlestur. Ég ætla bara að vinda mig strax í efnið og bjóða þær velkomnar hérna frá TR að kynna nýtt örorku og endurhæfingarkerfi sem tekur gildi 1. september 2025 og það ætla að vera með okkur til 9. Ég held að sé allt orðið rétt hérna í streyminu, þannig að bara gera þess vel. Það var stóð til 40%, þannig að við erum bókuð þannig. Já, það er bara, já. Við bara reynum að komast yfir sem mest. Heyri, þá bara skulum vinda yfir ykkur í þetta. Ég heiti Auðbjörg Ingólfsdóttir, ég er félagsráðgjafi og sérfræðingur á Tryggingastofnun og þetta er Lena Olsen, hún er líka sérfræðingur á Tryggingastofnun en hún er iðjuþjálfi og við ætlum að koma frá Reykjavík og ætlum að kynna fyrir ykkur kerfið sem að tekur gildi núna í september á þessu ári. Og við vorum að tala það að hafa kannski þá bara spurningar eftir fyrirlesturinn, þetta er ekkert svo langt, vonandi það skýrt. En þetta nýja kerfi, við höfum kallað þetta verið nefnt umbætur þína þá, þetta nýja kerfi. Og markmið þessar lagabreytinga, það er að gera örorkulífeyrisþegi einfaldara, skilvirkara, gagnsærra og réttlætara, bæta aðkomu þeirra sem fá greidda örorku- og endurhæfingarlífeyri, draga úr tekjutengingum, auka hvata til atvinnuþátttöku og auka stuðning við einstaklinga í endurhæfingu og hindra fólk falla milli kerfa og koma í veg fyrir að fólk endi ótímabært á örorku. Og þetta eru nýjungar, mikla nýjungar í þessu nýju breytingum. Það verður nýtt samstætt sérfræðimat í stað núgildandi örorkumats. Það verður nýtt greiðslukerfi, það verður samhæfingateymi um allt land og þjónustugátt, starfrækt. Ég ætla að fara betur í þetta allt nánar eftir. Og það verður nýr örorkulífeyrir og nýr hlutaörorkulífeyrir og virknistyrkur og nýjar sjúkra- og endurhæfingargreiðslur. Nýr örorkulífeyrir frá 1. september, núna 1. september, kemur í stað örorkulífeyris, tekjutryggingar og sérstakra framfærslubóta eins og í dag. Það verður semst einföldun á greiðsluflokkum. Og þetta nýja örorkulífeyriskerfi er fyrir umsækjendur, nýr örorkulífeyrir, fullur örorkulífeyrir er fyrir einstaklingar sem eru metnir með 0 til 25% getu til virkni á vinnumarkaði, samkvæmt samþættu sérfræðimati sem ég kem aðeins inn á, eða Lena segir ykkur frá eftir. Og það sem er nýtt, bæði við varðandi þennan örorkulífeyri og hlutaörorkulífeyri, að þetta er varanlegt mat, þetta er ekki tímabundið mat eins og hefur verið í dag. Þannig að allir sem fá mat, það fá varanlegt mat. Og það er annað sem er nýtt, að þeir sem eru með gilt örorkumat 31. ágúst eða lengur fá varanlega rétt til örorkulífeyris frá með 1. september. Þannig að þeir þurfa heldur ekki að fara í endurmat. Og hér eru fræða einstaklingar sem eru með örorkulífeyri og er búin að þegar að senda bréf til einstaklinga, þannig að það er fræðsla í gangi fyrir þá. Og það þarf ekki að sækja sérstaklega að vera samþætt sérfræðimat, heldur gengur þetta bara beint yfir. Og svo er nýr hlutaörorkulífeyrir frá 1. september og þetta er algjörlega nýtt. Það er ætlað þeim sem hafa einhverju möguleika til að vera á vinnumarkaði. Og forsenda þess að fá hlutaörorkulífeyri, það er að fara í samþætt sérfræðimat sem verður hægt að gera til 1. september og þeir sem að fá hlutaörorkulífeyri er metnir með 26–50% getu til virkni á vinnumarkaði samkvæmt þessu mati. Og hlutaörorkulífeyrir eins og örorkulífeyrir, hann er varanlegur nema að viðkomandi óski eftir samþættu sérfræðimati og það er þá hengur fyrir þá sem að ráða ekki ljóst er ekki að geta sinnt fullu starfi eða hlutastarfi segi með hlutaörorkulífeyri og þá er þetta óska eftir að fara aftur samþætt sérfræðimat. Hann er 82% af fjárhæð fulls örorkulífeyris og TR er líka jafnframt að upplýsa þessa yfirfærslu. Svo er virknistyrkur og hann er á móti hlutaörorkulífeyri. Hann er fyrir þá sem að geta fengið greiddan virknistyrk, þeir sem geta fengið greiddan virknistyrk frá Vinnumálastofnun geta fengið hann í alltaf 24 mánuði á meðan einstaklingur er í virkri atvinnuleit með aðstoð Vinnumálastofnunar. Samanlögð fjárhæð hlutaörorkulífeyris og virknistyrks nemur samtals fjárhæð fulls örorkulífeyris. En þetta er sama upphæð í raun og veru þegar heildin er litið.
og taki eftir það bara 24 mánuðir sem að þessi virknistyrkur er hugsaður, þannig að ef það gengur ekki að fá vinnu á þessum tíma hjá Vinnumálastofnun með aðstoð Vinnumálastofnunar hlutastarf, þá er þetta sækja aftur samþætt sérfræðimat og fara þá er það skoða aftur og það tekið tillit til þess að þátta. Og það eru sjúkra endurhæfingargreiðslur. Það er taka við að endurhæfingarlífeyri eins og við þekkjum hann eins og hann er í dag. Réttindi til greiðslna þegar einstaklingur getur ekki unnið að stunda nám vegna sjúkdómsleysis eða áfalls og er í endurhæfingu eða meðferð sem tekur á heilsufarsvanda. Og það er heimilt að greiða sjúkra endurhæfingargreiðslur í 60 mánuði. Endurhæfingarlífeyrinn er í dag líka 60 mánuðir. Að það sem breytist er að það verður hægt að framlengja 24 mánuði, þannig að sjúkra endurhæfingargreiðslur geta verið í alltaf 7 ár. Og það er hægt að samþykkja í raun og veru alltaf 1 ári í senn. Og það verður heimilt, það sem breytist líka og er alveg nýtt, það verður hægt að fá greiðslu meðan einstaklingur bíður eftir að fá meðferð áður en endurhæfing hefst. Hann er sem sagt í bið eftir úrræðum, þetta er algjörlega nýtt. Og eins þegar heilsubrestur kemur í veg fyrir að fólk geti sinnt endurhæfingu. Og það verður heimilt, það er líka annað nýtt, það er heimilt að greiða sjúkra endurhæfingargreiðslur í 3 mánuði eftir endurhæfingu lýkur ef viðkomandi skráður í atvinnuleit hjá Vinnumálastofnun. Það er oft sem við sjáum einstaklingar sem er búin í endurhæfingu, hann ætlar að vinnumarkað en hann er útskrifaður og fær ekki lengur greiðslur og lendur á milli. Þannig að þetta er hugsað til þess fyrir einstaklingar sem eru þá að leita sér vinnu eftir endurhæfingu. Við tókum svona aðeins, þetta eru svona helstu fjárhæðir sem að verða þá núna 1. september og það er ekki til þess að kannski halda neitt nána tölu en fullur nýr örorkulífeyrir er 396.000 og hluta örorkulífeyrir 82% sem að verður þá 324 og með virknistyrknum verður að þama upp á, það er að segja 396.000. Og frítekjumarkin, það er svolítið nýtt að mjög hátt frítekjumark fyrir þá sem eru með hlutaörorku. Það eru 350.000 samtals, þannig að einstaklingar sem eru í vinnu og eru með allt að 350.000 krónur í laun, það byrjar ekki að skerðast fyrr en eftir 350.000. Þetta er mikil bót með það sem er í dag. Svo er það nýtt að það eru þjónustuaðilar, skilgreindir þjónustuaðilar í lögunum í nýju kerfi. Það er Tryggingastofnun, það eru félagsþjónustu sveitarfélaga, það eru Vinnumálastofnun, það eru heilbrigðisstofnanir og virk starfsendingarsjóður. Og þessir aðilar munu eiga samstarf þjónustu í tengslum við endurhæfingu einstaklinga. Og í lögunum er þetta mjög skýrt, það er ekki verið að mælast til, heldur er þetta skylda þessara aðila eiga samstarf. Og tilgangur samstarfsins er að stuðla réttri, samfelldi og árangursríkri þjónustu. Þannig að helsta nálgun í endurhæfingarferlinu miði við þarfir hvers og eins. Og þessi þjónusta í nýju kerfi þetta er hugsað endurhæfinguna, en ekki samþætta sérfræðimatið örorkuna. Býtum við. Það verður sett samhæfingarteymi all land. Ég veit ekki hvort að við heyrt eitthvað þau, en markmið samhæfingarteymi er að stuðla samfellu í þjónustu og greiðslum hjá einstaklingum sem þurfa þjónustu fleiri en eins aðila. Þetta er sérstaklega hugsað til þess að við erum alltaf lent í því að fólk er að landa milli kerfa, það er útskrifað til dæmis frá virk og vísa í heilbrigðiskerfið og fólk er svolítið týnt þar, en þetta er hugsað líka til þess að hafa að ef að vandi kemur upp og það er ekki ljós hvað endurhæfing á við, að þá er hægt að taka það mál fyrir í samhæfingarteymi. Þau eru svæðisbundin og það er gert ráð fyrir alltaf 6 samhæfingarteymum á landinu. Það verða alltaf 1 til 2 í Reykjavík, svo er það Kraginn, svo Suðurland og Suðurnes, Austurland, Austurland og svo er það Norðurland og svo er það Vestfirðir og Vesturland. Og við erum búin að fara hringinn til þess að tala við aðila, þetta eru samhæfingarteymi sem að tilheyra þá þessum þjónustu aðilum. Við gerum ráð fyrir það verði, og það er ekki gert ráð fyrir heldur, er það ákveðið að það verður 2 fulltrúar frá hverju þjónustuaðila, félagsþjónustunni, virk, Vinnumálastofnun, Tryggingastofnun og heilbrigðisþjónustunni. Þannig að það verður, þetta er fundir, það verður Tryggingastofnun sem heldur utan þessi teymi og við erum búin að, það er búið að skrifa undir samning, það gerst núna í október, það sem að þetta er lagt upp. Og TR ber ábyrgð á þessum teymum og heldur utan fundi.
og það verður sem sagt teymistjóri líka sem er hjá Tryggingastofnun. Í þessu samhengi þá hefur ákveðið að setja, og það er líka í lögunum, að það er starfsrætt þjónustugátt fyrir fagaðila í þeim tilgangi að tryggja nauðsynlega yfirsýn á meðferð sem einstaklingar fá. Halda skrá það sem framkemur með tæmandi hætti, hvaða upplýsingum einstaklingar miðla gegnum þjónustugáttina og upplýsa viðeigandi aðila aðgengi og notkun þjónustugáttarinnar þegar nær dregur. Og þjónustuaðilum er skylt að tryggja aðgang að nauðsynlegum gögnum og þegar ég segi þjónustuaðilum þá eru þessir aðilar sem ég hefur nefna, VIRK, Vinnumálastofnun, heilbrigðisstofnanir, TR og félagsþjónustur. Og þetta mjög margir aðilar og þeim ber skylda að tryggja að það sé hægt að afla gagna í gegnum þjónustugattina. Hún er í fullri vinnslu núna, það er ekki alveg, við getum ekki sagt okkur nánar hana, en þetta allavega eitt er víst að þetta er ekki geymslu staður fyrir gögn, heldur til þess að flytja gögn á milli. Nú, svo ætla ég að tala samþætt sérfræðimat og hún Lena ætlar að taka við og tala samþætt sérfræðimat. Svo gamaldags sem blöð. Það sem sagt samkvæmt þessu nýju lagasetningu þá er líka talað að það ætti að taka upp samþætt sérfræðimat sem er á í stað núgildandi örorkumats. Þá erum við að tala að þetta verður heildrænt mat á getu einstaklings til virkni á vinnumarkaði. Það er byggt á hugmyndafræði ICF, alþjóðlega flokkunarkerfinu sem alþjóðlega heilbrigðisstofnunin heldur utanum og gefur út. Þetta er einstaklingsbundið mat á færni, fötlun og heilsu einstaklingsins í samspili við umhverfi og aðstæður. Svo aðeins þess að brjóta niður af hverju við köllum þetta samþætt sérfræðimat, að það er samþætt að við erum að horfa heildrænt á þessa þætti, þá þætti sem lúta færni, heilsu og aðstæðum, umhverfis og einstaklingsbundnum þáttum í svolítið víðum skilningi. Við viljum fá svolítið þessa heildarmynd. Það er sérfræðimat af því að upplýsingarnar koma frá sérfræðingum og þar með talið frá einstaklingum sjálfum, tilvísandi aðilum, endurhæfingaraaðilum, atvinnulífstenglum, þverfaglegum hópi matsmanna frá TR ef það er þörf á því. Ég veit ekki, þekkiði ICF? Er einhver svona, hafið kynnt ykkur það? En nei, ég mæli með, það er ótrúlega flott. Og hugmyndafræðin sem byggir upp á því að það sé teiknu upp heildramynd. Eins og örorkumatsstaðallinn er í dag, þá erum við svolítið með áhersluna á efsta partin sem er þá heilsufarið, svolítið læknisfræðilegt mat. Önnur lönd í kringum okkur hafa farið hingað og tekið inn svolítið meiri færnina og þá hvernig líkamsstarfsemi, líkamsbygging, þátttaka, athafnir hafa áhrif á þær greiningar eða þá færni og greiningar sem fólk er með. Með lagasetningunni þá var ákveðið að fara á Íslandi skrefi lengra og horfa líka á umhverfisþætti og einstaklingsbundna þætti sem þá hver er færni þessa einstaklings í samspili við umhverfi og aðstæður hverju sinni. Þannig að þetta er heilmikil stórt skref að taka inn þessa umhverfis- og einstaklingsbundna þætti. Það er eins og við komum inn á áðan að það er þeir sem að sækja örorkulífeyri og hluta örorkulífeyri eftir 1. september, þeir þurfa að fara í gegnum samþætt sérfræðimat. Það er lögð mikil áhersla á að endurhæfing eða viðurkennd meðferð sé lokið áður en að það er farið í matið og hafi það markmið að stuðla aukinni færni til atvinnuþátttöku. En það verður alltaf hægt að víkja frá skilyrðum samþætta sérfræðimati ef gögnin vísa til þess. Þá erum við að tala til dæmis eins og bara fjölfötlun einstaklinga eða langvinna erfiða sjúkdómar sem eru langt gengnir. Þetta var ekki bara svona einhver hugmynd sem einhver fékk einhver staðar og ákvað að setja niður á blað. Það er alveg búið að undirbúa heilmikið og það var svona undirbúningshópur skipaður 1. janúar 2024 sem var þá sérfræðingar á vegum Tryggingastofnunar, VIRK og Vinnumálastofnunar. Og svo var starfshópur skipaður á félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu þá 1. maí 2024.
sem bara ábyrgð á gerð þessa samþætta sérfræðimats og það alveg bara í fullu, hvað maður segir, já, og gengur bara nokkuð vel. Tryggingastofnun ber ábyrgð á innleiðingu og framkvæmd matsins og eins og áður þá mun TR fyrir gildistökuna upplýsa viðeigandi aðila nánar þetta sérfræðimat. Ef þið hafið áhuga á að vita meira þetta og viljið fá fræðslu og jafnvel boða námskeið og svona og fá fylgjast með að verða breytingar og svoleiðis, þá ég með hérna svona spjöld sem ég mæli með taki og það QR-kóði aftan á því, þar sem þið getið notað til að skrá ykkur inn á svona mínar síður hjá Tryggingastofnun, þar sem getið sett inn e-maili og nafn og þá fáið upplýsingar sjálfkrafa þegar við bjóðum upp á frekari fræðslu eða kennslu eða námskeið í tengslum við þetta og annað. Þannig við tökum þetta bara aðeins saman, það sem við erum búin að fara yfir núna, að þá hafa þessar breytingar náttúrulega bara ýmis áhrif og til dæmis bara ef við horfum út frá endurhæfingunni að þá þessi nýi flokkur sjúkragreiðslna sem mjög bara stór og mikil breyting. Það að við getum svolítið svona gripið fólk sem að detta inn á bið eða detta út á greiðslum, þannig að fáum við svolítið heimild til þess að grípa það fólk betur sem hefur náttúrulega verið mikið gagnrýni á að það hafi ekki verið gert hingað til. Endurhæfingaráætlanir geta mögulega verið fyrir lengra tímabil og þarf því að gera þess sjaldnar og það eru þessir viðurkenndu þjónustuaðilar sem bera ábyrgð á áætlunum sem TR tekur á móti og mun í flestum tilfellum eingöngu verða yfirfarnar sem hluta eftirliti eða árangursmati. Þannig í rauninni á þetta verða svolítið sjálf, þetta á svolítið að renna í gegn. Með því að innleiða samhæfingarteymin, allt landið, þá erum við að kannski að taka þessi mál sem eru sérstök og bara erfið. Þar sem að fólk einhvern veginn passar ekki alls þar inn í eða eru svona að flækjast á milli, þannig að þá verða málin tekin upp og hægt einhvern veginn að grípa betur, sjáum við fyrir okkur. Það ætti því að létta álag vegna endurtekin og erfiðra mála. Í skoðun svo breytingar varðandi grunnvottorð og endurhæfingaráætlanir og sú vinna líka bara á fullu og gengur bara ágætlega. Ef við horfum svo á örorkuna út frá því að þá þetta að þeir sem eru með gilt örorkumat eða lengur 31. ágúst fá greitt eftir nýju kerfi sem eru þá tæplega 21.000 manns. Þeir þurfa ekki að sækjum eða ganga eftir því að fara í nýtt mat við þessar breytingar, þau færast sjálfkrafa yfir og við höfum verið að senda út bréf eins og Auðbjörg kom inn á þann til að upplýsa fólk það. Með þessu nýja kerfi verður örorkuréttur varanlegur, þannig að við erum ekki, það verður ekki til lengur tímabundin örorka og það þarf þá ekki leiður bara komið með samþykkt að þá þarf ekki að fara aftur í gegn og sækja alltaf aftur nema einstaklingurinn óski sjálfur. Á milli 4.000 til 6.000 manns fara í endurmat og örorku á hverju ári, þannig að þetta verður töluverð breyting og töluverð minni vinna í kringum þessa breytingu. Og við erum að skipuleggja núna nýtt fyrirkomulag þar sem að málastjórar hjá TR halda utan mál einstaklinga og þannig að umsækjendur hafi líka sjálfur meiri aðkomu að ferlinu og gögnunum og hvernig hafa meiri rödd inn í ferlið. Það verið að taka og ég veit að samþætta sérfræðimatið lítur út fyrir að vera með flókið og yfirgripsmikið en við erum samt að taka slatta beiðnum úr ferlinu og einfalda það. Þannig að ég ætla bara að ítreka að það hægt að skrá sig hérna til þess að fá betri upplýsingar og við upplýsum inn á þegar bara sú vinna sem í kringum þetta allt saman liðin. Og það líka inn á tr.is fagsíða og ný undirsíða fyrir breytingarnar, það hægt að fara og lesa vel þær. Það fagaðilega síða, spurt og svarað, það svona kona hérna til hliðar sem þarf að íta á og þá dettur maður inn á spurt og svarað. Og svo mælum við með að pröfa, ef fólk í vafa með hvar þeirra réttur
bestur, þá eru sérstaklega eins og bara varðandi hlutaörorkulífeyrinn og virknistyrkinn að þá hægt að fara inn á nýja reiknivél sem sýnir bæði hvernig forsendurnar þínar eru núna og hvernig þær breytast. Þannig að annars stökkum við fyrir og endilega ætlum að gefa þá smá rými fyrir umræður og spurningar. Höfum við ekki alveg til 9 þótt að vera að tala um 8:45? Já. Endilega, velkomin. Ekki einhver staðar hérna, á bak við skjáinn? Getur við séð fólk eða eitthvað leys? Nei. Þau heyra bara í ykkur, ég er búin að opna fyrir flokkmarkin fyrir. Þannig að geta spurningar. Bara shoot away. Það er mikil breyting, þannig að það að gera spurning. Takk fyrir þetta. Ég misti aðeins byrjunarlista svona því, en hérna kannski þið búin að svara þessu. Ég bara reynd faktiskt það bara það að við sem ekki endurnýja örorkumatið eins oft. Okkur hefur fundist náttúrulega alltaf pínulítið erfitt. Við erum ekki endurnýja. Það verður ekkert endurnýja. Það er bara varlegt. Það er bara upphafi, eða samþykkt, bara varlegt. Já, en þetta uppbælega matið, hvernig breytist það og hérna það er svo oft finnst mann erfitt að vera að fá sjúkling sem mann að sinna og annað og svo mann að skrifa fullt af hlutum sem mann hefur bara hvorki vita á eða möguleika til að geta lagt mat á. Þá mann að setja í þessu mati. Hvernig verður þetta núna? Verður þetta þannig að ég meina praktist á ég að senda þetta á einhvern stað eins og við gerum stundum til virk eða hvernig gengur þetta fyrir sig núna? Við gerum ráð fyrir því að í þessum starfshóp, þá 22 manns starfshóp sem var skipaður af félagsmálaráðuneytinu, mínum markaðsráðuneytinu sem var þá. Hann skipaður fagfólki frá öllum stéttum, heilbrigðisstéttum og reynda nálgast frá mismunandi stofnunum líka. Og þetta mat byggir á því, það er búið að fara í vegum með þessa þætti. Það er skipulagt þannig að það ákveðnir ECF-þætti sem sett inn í læknisvottorð. Og þar gefst líka valmöguleiki að segja ég veit ekki. Það er ekki alltaf sem læknir einsigslega áfrið, veit allt sjúklinginn og þá alltaf að segja ég veit ekki. Það kemur ákveðnar upplýsingar frá endurhæfingarlækni sem hefur verið sína viðkomandi og það er líka mjög nákvæmt. Og svo það sem nýtt. Sem svona meira niðurjörður það frá einstaklingum sjálfum. Þetta allt saman skoðað, allir þessi þættir, ef það mat TR, Tryggingastofnunar sem haldi fram þetta, að þessi ekki nægilegt, þá verður við, það er gert ráð fyrir núna, það er ekki alveg 100% búið að móta þetta, því þetta ennþá allt í mótum, það er gert ráð fyrir sér sérfræðingar hjá okkur, sem tökum þá sérstaklega, segjum það sé eitthvað óljóst með andlega vanda til dæmis. Þá kannski ekki eðlandi hjá okkur eða sálfræðingur sem að tekur sérstaklega, skoða það sérstaklega. Þannig það fólk ekki sent út á sögur. En þegar þessu heimild kemur upp og annað, þá sendum við sem sagt á TR bara áfram bara örorkur. Já, sem ekki sama eyðublað. Ekki sama eyðublað í dag, þetta nýtt eyðublað, en þá sendum við. Við bara sérstaklega það við hann saman í Tyrklandi. Já, einmitt. Ég var gæti ekki tengt alveg hvað það var, sko. Já, sæla. Ragnheiður heit ég öldrunarlæknir og líka framkvæmdastjóri lækninga hérna. Ég er með eina vangaveltu, ef þú ert ekki viss hvort þú ert að sækja fulla örorku eða hlutaörorku. Ég til dæmis með aðalega sækjum fyrir fólk með Alzheimer, sem er náttúrulega eins og staðan í dag allavega, að fer enginn á vinnumarkaðinn aftur. Þar læknirinn verður það mismunandi eða bara einn kanal? Það er bara einn kanal og sækjum örorku, svo matið sem á með krónum einn. Ok, þannig að þú þarf ekki sjálfur svo læknir að ákveða hvort þú ert að fara að sækja. Nei. Ok, Torfið hérna líka til, takk fyrir. Verður lagð meira áherslu á endurhæfingu? Já, það er mikil áhersla með þessum nýlögum að leggja áherslu á endurhæfingu og virkni. Þannig að það er gert ráð fyrir það verði fjölgun í endurhæfingu. Það í dag 5.200 ári til því að það í fyrra. Það gert ráð fyrir það verði mikil fjölgun og það leiðandi jafnvel fækkun í örorku
Og það er ekki gaman að segja eftir að við erum að skoða tölur akkurat árangur endurhæfingar og það virðist síðustu árin vera að skila sem meira tilbaka, þannig að það er færri sem fara á örorku eftir endurhæfingu en áður. Það er verið aðeins öfuþróun hjá okkur hérna til dæmis. Við erum með Kristnes, nú engin öldrunarlæknir þar og engin endurhæfingarlæknir þar lengur. Jú, það öldrunarlæknir þar, Tóri. Hver er það? Valgerður. Já, ok. Við skulum bara senda þér póstupplýsingar. En það er alltaf þegar átt að spara hérna á sjúkrahúsinu, það hefur verið sparað í endurhæfingu aldraðra. Þannig að hún er nánast að leggjast af. Þannig að það þarf að breyta því. Já, við vorum náttúrulega, með þessu, þá verður líka, ítt á að endurhæfingu skiptir meira máli. Það verður svona, það er kannski það sem að það er ítreka, þetta er samhægteymi, að ég hef svo mikið þeirri vinnu að þau eiga að benda á, til dæmis, ég fór í Ísafjörð og það er rosalega takmarkað þjónusta á Vestfjarða kjarkanum og þá þarf betur þetta teymi að benda stjórnendum á. Það vantar rosalega mikið í þessa þjónustu. Til dæmis engin yfirþjálfi. Það er sálfræðingur held ég sem kemur eitthvað reglulega, ég man ekki hvort það er einn sjúkraþjálfur hvort hann er á Ísafirði eða Patreksfirði og það er vonlaust fyrir fólk að fara á milli þar. Þannig að það er þá hlutverk þess að teyma að benda á það skortir á þjónustu. Og við höfum verið að hreyfa svolítið og hitt samhættateymi sem er í Reykjavík og það er sammála veit að það vantar þjónustu fyrir einhverfa, fólk, einhverf, sem við gerum svennir. Og þetta er það hlutverk þess að teyma að benda á og vonið til að bæta þjónustu fyrir þann hóp. Ef að teymið með þessu svo að þarna vantar þjónustu sem að segjum bara að teymið hér muni segja að það þarf að gera eitthvað meira í Kristnesi eins og Torfi bendir á, að það þarf kannski að efla endurhæfingu fyrir aldraða eða eitthvað svoleiðis en í raun og veru sjúkrahúsið hefur ekki í því núverandi aðstöðu eða fjármagni möguleika á að bæta í. Er það eitthvað sem að þetta teymi mun lyfta upp bæði til stjórnenda sjúkrahússins og til ráðuneytisins eða? Það getur bent á það. En við tekum fram einhverjum einstaklingur frá 18-67 ára. Já. Ekki eldri ellilífeyris. Nei, þetta er náttúrulega ekki fyrir þá sem eru allir ellilífeyris. Nei. Ég bara ekki að deila því að langbesta fjárfesting í heilbrigðiskerfinu það er endurhæfing. Það skilar sér. Alveg. Heldur betur. Já. Það verður greinilega mikil bót fyrir lækna sem eru mikið að endurnýja örorku. Heldur betur. Og bara spara tíma. Já, og sjúklinga. Já, ég var bara að hugsa hinum megin, sko, þú veist bara, maður finnst þetta hálf galið að vera að endurnýja örorku ótt og fyrir fólk sem að vantar á handlegg til dæmis eða eitthvað svoleiðis. Það græðir ekkert á aftur. Það er alveg áhugaverð. Endurhæfing einhverju? Nei. Eða það bara, já. Var Sólveig með eitthvað spurningu? Mér finnst nú vera með, Já, góðan daginn. Ég heiti Sólveig og sérfræðingur í heimilislækningum og vinn einmitt á endurhæfingardeildinni á Kristnesi. Og við tökum því mjög fagnandi að það sé komin svona betri og skýrari línur í bæði hvað varðar endurhæfingarlífeyri af því að nú heitir þetta líka sjúkra- og endurhæfingarlífeyrir. Og líka þessi endurlausa endurnýjun á einmitt varðandi örorkuna. En mér langar eiginlega bara líka að nota tækifærið og bjóða þeim kollegum okkar eða mínum sem eru starfandi innan veggja SAK að gefa sér tíma og mæta bara aðeins í heimsókn til okkar. Við erum gjarnan taka á móti fólki til þess að kynna bara starfsemina hér og hvernig við vinnum. Af því að hér er bara dundur endurhæfing í gangi þó svo hér sé strangt til tekið ekki neitt með sérfræðiþekkingu eða sérfræðileyfi í endurhæfingarlækningum og hér er náttúrulega eins og Ragnheiður var búin að benda á sérfræðingur í öldrunarlækningum starfandi og fullt af sérfræðingum öðru hvað varðar endurhæfingu af því endurhæfing er ekki bara læknisfræðileg svo sannarlega ekki og það er ástæðan fyrir því að það er náttúrulega iðjuþjálfi sem er að kynna málið. Þetta eru aðrar og fleiri fagstéttur eins og þið voruð að benda á sem vantar á Vestfjörðum. Þannig að ég bara tek þessu öllu saman mjög fagnandi og bara opna húsið hér fyrir kollegum mínum sem eru áhugasamir að efla endurhæfingu. Það er komið kaffinu. Það kemur í ljós þegar þú mætir, Torfi.
En það kannski líka áhersla þetta nýja lag, það að tala þverfaglega nálgun. Það varðandi samþætt sérfræðimat og náttúrulega það endurhæfingu. Já, ég veit ekki hvað með ekki segja fyrir því og ég menn það mjög þverfaglegur hópur sérfræðinga hjá þér. Mér finnst alltaf verið að bæta inn starfsstéttum og alltaf verið að bæta inn nýjum sjónarhornum og þannig mér finnst þið vera að koma með svo góða svona heildarsýn. En mér bara dásamlegt að koma, virkilega gaman að koma með flugin á hann og sjá Akureyri svona í Nýra Akureyri. Já, Akureyri, Já. bara flutta aðeins. En alltaf svona gott að koma og sjá og bara halda fyrir og yndislegt. Þau áttu að vera hér í gær. Já. Ég menn, skinn, sko. Svo eitthvað á Instagram. En endilega, við erum eitthvað með spjöldin, þá hvetjum við endilega til að skrá ykkur inn, fá upplýsingar að því að það verður farið af stað með námskeið og til að dýpka þekkingu bæði í kringum samþætta sérfræðimat og þessar breytingar. Það verður sérstök áhersla á VCF í þessu námskeið það var plátt. Takk fyrir.